að ryðja sér til rúms og styrkjast og það eru hinar skapandi greinar eða hugverkaiðnaðurinn. Og þar getum við nefnt sem dæmi til dæmis eins og tölvuleikjaframleiðendur og fyrirtæki umhverfis og orkutækni. En til þess að bara lokum þetta, til þess að nýta þessi sóknarfæri, þá þurfum við að tryggja eftirfarandi. Það er aukinn stöðugleiki í efnahagsmálum, það er nokkuð augljóst. Gott stuðningsumhverfi og bættar aðstæður til nýsköpunar og markaðssetningar, samstarf við aðrar þjóðir og síðast en ekki síst, öflugt menntakerfi frá leik og grunnskóla. Og þessa stefnumörkun, það er að segja menntastefnuna, þurfum við að fara að tvinna saman inn í atvinnustefnu okkar Íslendinga og það er markmið okkar núna. En góðu gestir, ég er gríðarlega lánsam að fá að hitta ykkur öll hér í dag og ég veit að hér bíða margir fundir eftirvæntingar eftir því sem að hér kemur á eftir. Og hér eru fulltrúar framtíðarinnar sem hafa sent inn teikningar í hundraðavís sem ég skilst. Mjög skemmtilega teikningar og ég segi bara alltaf þegar ég hitti svona fólk eins og hér er og sé líka afrakstur þess að þá fyllist ég bjartsýni á framtíð Íslands. En ég hlakka til næsta atriðis og þakka fyrir mig.